Líkur á að erlendi kröfuhafar kyrrsetji eða fristi eignir föllnu bankana erlendis verði gjaldþrotaleiðin svokallaða farin. Erlendi kröfuhafar föllnu bankana Kaupþings og Glitnis munu öllum líkindum freista þess að stöðva flutning erlendra eigna þrotabúa föllnu bankana til Íslands, fari svo að bankarnir fari í hefðbundin gjaldþrotaskipti og erlendum eignum þeirra verði skipti í krónur. Þorbjörn Þórðarson. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra sagði eftir ársfund Seðlabankans hinn 27. mars að til greina kæmi að setja tímamörk á slitameðferð föllnu bankana. Það þýddi í reynd svokallað sólarlagsákvæði í kafla slit í lögum fjármálafyrirtæki. Það kemur fyllilega til greina að skoða lagabreytingar til þess að tryggja þetta. Samkvæmt upplýsingum Fréttastofu slíkt frumvarp nú í undirbúningi í ráðuneytinu. Það sem verið að skoða hvernig slík sólarlagsákvæði eru erlendis og hvernig útgreiðslu heimildir eru á meðan slitameðferð stendur yfir. Vonir standa til þess að fullbúið frumvarp líti dagsins ljós í haust. Fjármálaráðherra hefur sagt eðlilegt að slitabú þessara banka fari í hefðbundin gjaldþrotaskipti ef ekki takist að ljúka slitameðferð innan þessara tímamarka. Við slíkar aðstæður gætu skiptastjórar skipt erlendum gjaldeyri þessara búa í íslenskar krónur og greitt kröfurnar út í íslenskum krónum. Steinunn Guðbjartsdóttir, formaður slitastjórnar Glitnis, sagði í samtali við Fréttastofu í dag að hún teldi mjög líklegt að kröfuhafar bankans myndu beita sér gegn því eftir atvikum fyrir þarlendum dómstólum að erlendar eignir bankans yrðu fluttar til Íslands ef gjaldþrotaleiðin yrði ofan á og erlendum eignum yrði skipt í krónur. Jóhannes Rúnar Jóhannsson hjá slitastjórn Kaupþings tekur undir með Steinunni. Það er auðvitað ljóst að ef að kröfuhafarnir eru ósáttir við þá meðhöndlun sem þau fá hér í Íslandi þá viðbúið að þeir grípi til einhverja úrræða. Eitt sem þau gætu reynt að gera væri í raun að höggva í þessa vernd sem að búin núna njóta alþjóðlega á grundvelli viðurkenningar fyrir erlendum dómstólum á núverandi slitameðferð en auðvitað veit maður ekki hvort að það myndi bera árangur. Í hverju myndi slík úrræði birtast? Eitthvað svona kyrrsetningu eða frystingu á gjaldeyriseignum? Já, það væri möguleiki að menn reyndu að kyrrsetja eignir búanna erlendis, menn getur líka reyndu að höfða mála erlendis, menn getur mögulega reyndu að hefja eitthvað skonar mín í gjaldþrotaskipti erlendis og svo framvegis. Og þá að þessu sú staðreynd að slitastjórn Kaupþings flutti jafnvirði 315 milljarða króna í erlendum gjaldeyri úr vörslu Seðlabankans og á bankareikninga erlendis á árinu 2012 mun mögulega auðvelda kröfuhöfum bankans að kyrrsetja þetta fé fari bankarnir úr slitameðferð í gjaldþrot. Þorbjörn Þórðarson. Í lok síðasta árs átti slitabú Glitnis jafnvirði 593 milljarða króna í erlendum eignum, þar af voru 466 milljarðar í reiðufé. Slitabú Kaupþings átti jafnvirði 568 milljarða í erlendum eignum en þar af voru 354 milljarðar í reiðufé. Fjármálaráðuneytið nú með frumvarp í vinnslu tímamörk á slit þessara banka en að þeim tímaliðnum færu þeir í hefðbundið gjaldþrot. Talið líklegt að með þeim hætti séð auðveldara fyrir skiptastjóra að taka ákvörðun skiptingu á erlendum eignum þessara búa í íslenskar krónur. Eins og framkom í fréttum okkar í gærkvöldi telja bæði slitastjórnir Kaupþings og Glitnis að við slíkar aðstæður myndu erlendir kröfuhafar freista þess að stöðva millifærslur á erlendum gjaldeyri til Íslands fyrir atbeina þarlendra dómstóla eftir atvikum með kyrrsetningu eða frystingu gjaldeyriseigna. Það sem hefur hins vegar ekki farið hátt í umræðunni að eftir að Alþingi felldi úr gildi undanþágur fyrir þrotabú vegna greiðslu á samningskröfum í lögum gjaldeyrismál tók slitastjórn Kaupþings ákvörðun að flytja 315 milljarða króna af gjaldeyrisreikningi sínum í Seðlabankanum á reikninga hjá erlendum viðskiptabönkum. Þetta var í ágúst og september 2012 og slitastjórnin upplýsti þetta á vefsíðu sinni á sínum tíma. Hvers vegna var þetta gert? Já, það eina sem ég get sagt að við förum auðvitað eftir þeim lögum og reglum sem okkur uppálagt að fylgja. Umfram það þá reynum við auðvitað að gæta hagsmuna kröfuhafa búsins í varðandi verðmæti eigna búsins. Þegar við til dæmis veljum lánastofnanir þá reynum við að fylgja því að takmarka áhættu og auðvitað hámarka vexti sem af þessum fjármunum greiðast. Það eru þau sjónarmið sem við fylgjum.
Slitastjórn Kaupþings upplýsti að millifærslunar hefðu verið gerðar í tengslu við fyrirhugaða nauðasamninga bankans. Tilvist þessa gjaldeyris á bankareiningum erlendis gerir það hins vegar að verkum að erlendir kröfuhafar bankans geta freistað þess að fá þessar gjaldeyriseignir kyrrsettar fyrir þarlendum dómstólum fari svo að Glitnir og Kaupþing fari í hefðbundna gjaldþrotameðferð.